Þið eruð mættir hérna aftur í aldingarð æskunnar og við fylgdum þessu úr vör með ykkur á sjömundaginn 2019. Hvernig staðan núna? Já, hann nú stöðugt í þróun sko og hugmyndin við þetta var að tengja þetta við æskuna til þess að reyna að vekja áhuga hennar á ræktun og við höfum verið í mjög miklu samstarfi hérna við Tjarnarsel og þar nú reyndar vinnudagur eins og sko líka, þannig að þar alltaf fullu. Leikskólinn Tjarnarsel. Leikskóli Tjarnarsel, þannig að þetta nú eiginlega hugmyndin. Við höfum skipt þessum garði sem við fengum úthlutað hjá bænum. Hann var nú þá svona í dálítilli órækt og ég eiginlega velaði Rótarklúbbinn til að taka hann til sko undir sína vangi og við höfum sinnt þessu eiginlega alveg síðan. Já. Eru þið rótari menn hér í Keflavík búin að vera núna á hverju ári síðan gerðu þetta? Já, við höfum annarkvort verið hér eða upp við Rósarssveit, þar sem við eigum einnig reit, já. Og hann nú reyndar gamall og kominn, hann frá 87. Við getum sagt að þetta sé nokkuð blómlegt að líta, eða ekki? Jú, þetta bara náttúrulega allt blómlegt í dag í svona fallegu veðri, bara svona líta þessa túlípana hérna sem við settum niður hérna 800 túlípana bara í haust sko og það var hér sko bara blómaskrúð hér allan garðinn. Við vorum að rífa þá upp marga þessar rauðu sem var nöfstandi en svona þetta og svo höfum við skipt þessu upp í reiti. Hér til dæmis rósareiturinn og við reynum að merkja rósirnar svona til þess að fyrir fólk til þess að kynnast rósum og svo síðasti þarna það sem að mennirnir eru sitjandi þarna þessar sem eiga að vera að vinna. Já. En þetta sígræni reiturinn. Þannig höfum við bara dundað okkur við þetta og við erum alltaf svo einstaklega heppin í dag að það er svo fallegt veður. Já. En þannig að ertu sáttur með stöðuna? Já, mér finnst til dæmis sko rósirnar alveg ofboðslega fallegar miðað við mjög vera saman vetur sko. Þannig að ég mjög sáttur. Hvernig stemmingin í aldingarðinum? Edin. Já, Edin. Hún mjög aldingarðurinn Edin. Nei, hún mjög góð. Já. Og frjósum eins og sjá má. Nenna þessi kallar eitthvað að gera? Nei, elskan eitthvað. Þetta eru dugnaða fólkar. Þeir eru bara að spjalla, halda á áhaldar, maður gerir ekki neitt. Ég get sagt ykkur það að ég ekki ennþá búin að finna Adam. Hann ekki bara að finna Adam og Evu? Ég veit ekki betur en að þau séu þetta einhvers veginn, þau eru bara í fötum. Þetta svolítið blómlegt? Þetta alveg yndislega blómlegt. Það ekki? Jú. Þetta Konráð Sigurðarmyndar sko. Spesial. Þetta mjög spesial. Ég hefði gert þetta allt öðru sér. Þetta ekki alveg minn stíll sko. Þetta allt og skipulagt og raðað. Ekki eins og málverkinni? Nei, ég rosalega hrifin af gula litnum og þá tek ég hann á málverkunum mínu sko. Gula fólkinu. En að öðru leyti þetta einhvern veginn Ekki nógu kaotískt. Þetta ekki nógu kaotískt fyrir minn smekk. Konráð að reyna að hafa eitthvað kontról á þessum hópi og veitir nú ekki af. Einhvern tíma var það sagt að gróður ætti ekkert, ætti erfitt uppdráttar í Keflavík eða á Suðurnesjum. Já, það alveg hárrétt. Með þess að Sigurður Blöndal sem fyrrverandi skógræktarstjóri, hann sagði að það væri vonlaust og það sem að héldi þessum örfáu plöntum sem hér þrifust, það væri þetta mikla regn sko. Af því að jarðvegurinn auk þess mjög hann svona gisinn og það fer mjög hratt í gegnum hann þar sem að sem að ber niður. Hins vegar þetta allt saman breytt því að við lifum í allt öðru loftslagi heldur en við gerðum og nú eru hér mjög fallegir garðar margir og í rauninni svona með dálítið vinnu þá var nánast hægt að rækta allt. Já. Þú hefur verið duglegur heima sjálfur? Ég rækta tölvöld, já. Og auðvitað mistekst margt en samt
oft bara minna heldur en maður ætti von á. Og mér finnst bara, þetta bara eins og hver önnur svona tilraunastarfsemi sem maður, og garðyrkja ekkert annað en að blanda saman sko tilraunum og svona útsjónarsemi og svolítið, já, svona arkitektúr sannilega, sko. Og það fer allavega, það er bara eins og lífið er. En er þetta ekki líka bara gott fyrir félagskapin ykkar? Rótari mannskapurinn hittist, konur og kallar, og þið vinnið hérna saman? Við erum náttúrulega að skila svolítið til samfélagsins og við höfum þetta er náttúrulega samfélagsverkefni og auk þess sem við erum með skógrækt upp í Rósarsfjörð. Svona klúbbur, hann verður, það er mín skoðun að hann verði að hafa eitthvað til þess að vinna að sameiginlega, svo þess ekki bara setja og mér sýnist allir vera sáttur við það skoðun. Og við höfum bara... Allir sáttir og gaman að hittast og já, gera... Já, og svo förum á borðu núna þegar þessu líkur og þá... Formaðurinn að hitta grillið? Já, formaðurinn er akkurat að hitta grillið, já. Hannes, við kíktum hérna á þig einn góðviðristag í júní 2019 og það vildi svo til að það var eiginlega besti dagur sumarsins. Það ringdi svo mikið eftir það. Við vonum að það gerist ekki núna þegar við heimsækjum þig í hérna fallega garð. En hefur mikið gerst í garðinu síðan þá? Þetta hefur náttúrulega bara vaxið alveg endalaust, sko, og svo er maður svona verið að, ég hef sett þessa hvítu hérna möl og er búin að gera svona alls konar smá og tróða einu blómi sem ég hef náð að lauma inn í garðinu á þess að konan tækja eftir. En ég sá þig ekkert á hnjánum niður í skrúðgarði. Nei, það tekur smá tíma að undirbúa grillið, sko. Ég hef verið að gera þetta þannig að ég hef bæði farið niðréttur og verið á hnjánum og svo komið hingað upp eftir 6. En nú er svona, já þú veist, ok, aldurinn er svo sem ekkert farin að færast yfir mig, en Þú ert búin að læra það að þetta þarf meiri undirbúning. Þetta þarf aðeins meiri vinnu, sko. Þetta er náttúrulega, sko, hamborgarar í Hallagarðinum sem er sennilega, sko, nýtt firmanafn, skils mér, að það er eitthvað komið til þess að vera og ég verð bara að vera í því. Hvernig leggst sumarið í því? Sem garðeiganda? Það leggst rosalega vel í mig sem garðeiganda. Ég hef verið að fylgja svolítið með veður, spánin hjá honum Einar á Bliku. Og ég get ekki annað séðan að það verði bara rigning yfir Bretland og fínt veður hér. Sjáu þessu alveg full af knoppum. Þetta verður blómahaf í sumar.